Eldgosið í Eyjafjallajökli hefur þegar haft mikil eyðileggingaráhrif og munu einhverjir bændur á svæðinu jafnvel bregða búi. Og hvaða áhrif gæti þetta gos haft á veðurfar og umhverfi og hversu lengi verður landið að ná sér? Það ætlum við að fá Þorvald Þórðarson, prófessor í eldfjallafræði við Edinborgarháskóla til að meta, en hann okkar helsti sérfræðingur í áhrifum eldgosa. Eldgosið í Eyjafjallajökli hefur þegar valdið þungum búsifjum og sér ekki fyrir endan á þeim. Hjá mér staddur Þorvaldur Þórðarson, einn okkar fremstu eldfjallasérfræðinga, nýkominn til landsins frá Edinborg, en hann gegnir prófessorsstöðu við háskólann þar í borg. Ég ætla að rekja úr honum gatnirnar varðandi áhrif þessa gosa á umhverfi okkar og fá hann til að bera áhrifin saman við fyrri gos og reyna að draga upp einhverja mynd af því sem við eigum von á. Og kannski hún ekki eins svört og við höldum, en á meðan við komum okkur fyrir, sendum við ykkur í stutt ferðalag með Steingrími Dúa Másinni, sem fór alla leið að Skaftártungum í gær. Og þó öskufallið hafi verið minna þá en helgina, var það ógnvænlegt engu að síður eins og við sjáum í ferðasögu hans. Við komum að Markafljóti eittleytið. Það var þjóðveðurinn lokaður allri almennri umferð langleiðina að Vík. Þegar við komum inn í öskuskýið var eins og heimurinn breyttist í svarthvíta mynd. Svanir syntu í tjörn í súrrealísku umhverfi og virtust hálf ráðvilltir. Hrossagaukar og heiðlóur flugum stefnulaust, eflaust til að reyna að komast í burt frá þessari skrýtnu nótt. Það sást varla til sólar þó heiðskýrt væri og þetta leit allt saman út eins og annarri plánetu. Einn okkar hafði orðið að loks nú skildi hann orðið móðuharðindin. Við keyrðum fram hjá bóndabæjum sem rétt grillti í hérna mistrið og ef einhverju voru á staðnum voru þeir innandyra og ekki furða. Hinn ávallt bjarti og tæri Skógarfoss var litaður brúnum lit eins og áin fyrir neðan. Kvikmyndatökufólk frá NBC sjónvarpsstöðinni var einnig að festa hamfarirnar á filmu, þar sem þeir hröðuðu sér í átt að fossinum, enda ekki eftirsóknarvert að vera lengur fyrir utan bílinn í öskukenndu andrúmsloftinu en nauðsynlegt er. Það var ekki fyrr en við fórum Sólheimasand og upp hæðina fyrir vestan Vík sem öskufallið fór að réna. Þar mátti þó sjá bæi og gripahús með öskufallin þök. Vík í Mýrdal var eins og draugabær þegar við keyrðum þar hjá. Áfram héldum við Mýrdalssand sem var nokkuð laus við öskufall, en bauð okkur upp á sandfok í staðinn. Skaftártungurnar sem fóru gríðarlega illa út úr síðasta Kötlugosi höfðu sloppið við öskufall eins og bóndinn á Hvammi tjáð okkur, en þar vona allir að Katla láti ekki á sig kræla, enda sagði húsfreyjan okkur að móðir sín hefði upplifað Kötlugos og þá hefði verið mikil harðindi í Skaftártungum. Við snerum þínast við í vesturátt áleiðis til Víkur, en þá var komið mikið öskufall á Mýrdalssandi og slæmt skyggni. Heimurinn svarthvítur á nýjan leik. Leið og við komum á Sólheimasand tók öskufallið smám saman við. Þá var eins og við keyrðum inn í svartan vegg og stundum var skyggnið ekki neitt. Fuglarnir flögruðu ennþá gjóskuhimininn hálf áttavildir. Við Skóga tók við svartur öskuveggur. Við höfðum átt samtal við bónda á bænum Hrútafelli undir Eyjafjöllum og höfðum afráðið að stoppa hjá honum til að taka púlsinn á ástandinu á heimilisfólkinu sem hefur þurft að þola mjög erfiða daga í hrikalegu öskufalli. En þegar við komum að bænum vorum við staddir í öskubil og fannst lítil kurteisi að banka hjá fólki í slíkum aðstæðum til þess eins að fylla stofur og herbergi af ösku. Enda var líka farið að fara okkur og ekki laust við að fíngerð askan sem fyllti öll vit væri orðið nánast óbærileg. Þegar við loks komumst út úr þessu undarlega hamfara veðurfari, þá sáum við þéttan öskuvegginn á bak við okkur eins og svört tjöld í hrikalegu íslensku landslagi. Klukkan var þó orðin 7 kvöld og almannavarnir höfðu ákveðið að opna veginn á ný, okkur til þó nokkurrar undrunar, enda leið okkur pínulítið eins og við hefum sloppið úr prísund. Nokkrum tímum seinna var veginum lokað á ný og ekki að ástæðulausu. Við mælum ekki með að fólk ferðist öskufallssvæðið að ástæðulausu og bíði þangað til heimurinn hættir að vera svarthvítur. Já, svona staðan og hjá mér hann staddur Þorvaldur Þórðarson, einn okkar fremstu eldfjallasérfræðinga. Vertu velkominn. Þú varst bara að koma til landsins, hefur lítið sem ekkert séð af gosinu nema þá bara á myndum. Hvernig slóðaði þig að sjá þetta, myndirnar af öskufallinu?
þetta náttúrulega ekki hughressandi ásýnd að sjá þetta svona kannski alveg í beinni en þetta nú samt sem að kannski ljósið í þessu öllu saman það þetta nú tiltölulega lítið gos og gjóskufallið lítið á mælikvarða kannski annarra íslenskra gosa. Já, tölum aðeins það vegna þess að það hefur að minnstakosti einn bóndi ákveðið að bregða búi að minnstakosti næsta árið. Ómar Ragnarsson flaug yfir Markafljótsaura og sagði í morgun að það væri þetta væri bara eins og nýir sandar þarna á aurunum. Stóri dímon hvarf sjónum og strókinn lagði niður í Landeyjar eru lýsingarnar hans. Hver verða landeyðingar áhrif þessa goss? Hægt að leggja eitthvað mat á það núna? Það nú ekki hægt að segja nákvæmlega hver áhrifin verða en ef við skoðum þetta svona í sögulegu samhengi að þá hafa íslensk eldgos myndað mun stærri jökulhlaup heldur en við sjáum í þessu gosi og mun stærri gjóskuföll og ef landið samt sem áður hefur jafnað sig eftir þessa atburði og mun eflaust gera það aftur núna og ef við horfum til bara á Mýrdalssandinn eins og hann var náttúrulega svartur eftir gósið 1918 en jafnvel íslenski gróðurinn hann nú farin að setjast til í sandinum og mynda sæmulega gróðurbreiðu á þar úti sko. En hvað það sem að ræður því að gróður nái fljótt á sér á strik aftur eftir svona? Fyrst og fremst hversu þykkt gjóskufallið og út frá okkar reynslu og gögnum úr lýsingum, sögulegum lýsingum að ef gjóskufallið mikið meira heldur en 10 cm að þá getur það haft áhrif á gróðurfarið í einhver ár eftir gosið. Ef það náttúrulega mun þykkar en það, þá náttúrulega getur það haft áhrif kannski í einhver 100 ára. En meðan gjóskufallið undir 10 cm að þá yfirleitt nær gróður sér tiltölulega fljótt og gjóskan hún fer fljótt ofan í svörðinn og þegar hún komin ofan í svörðinn þá hún orðin bara hinn besti áburður og sprettan hún yfirleitt betri eftir á. Já, það nefnilega það. Þetta eru efni sem gott að fá ofan í svörðinn. Þetta eru mjög góð efni í svörðinn og þess vegna íslensku jarðvegur eins frjósamur eins og hann En þú ert þarna með í höndunum glóvolgar mælingar á þykkt öskulagsins, ekki sant? Já, við erum með nýjustu niðurstöðu sem að Ármann Höskuldsson og Guðrún Larsen náði í ferðirannina í gær og í fyrradag og það sýnir að mesta þykkt gjóskunnar í byggð undir Eyjafjöllum það bil 4-5 cm. Já. Og þykktarásinn hann liggur nú rétt austan við Þorvaldseyri. Já. Og þetta nær nú ekki yfir mjög stórt svæði, þetta eru einhverjir kílómetrar sitthvoru megin við Þorvaldseyri. Og þetta bendir nú til þess að þessi gjóska mun nú sennilega fara ofan í svörðinn og við ekki gleyma því að vorleysingar eru nú í nánd og ýmis vorveður og svo rignir nú töluvert undir Eyjafjöllum. Þannig ég hugsa að vatnið hjálpa okkur nú til við að koma bæði gjóskun annarkvort ofan í svörðinn eða af jörðinni. Og ef þessi panna sem menn hafa talað eitthvað viðvarandi, þá má nú nota ýmsar aðferðir til þess að brjóta hann. Það sem hefur lýst eins og steypulagi yfir túnunum. Já, eins og steypulagi yfir túnunum. En þá kannski besta ráðið að nota rétt tæki til þess að brjóta hann upp og hjálpa til við að koma öskunni ofan í svörðinn. Og ef við okkur tekst það, þá vega bændur jafnvel búast við góðri sprettu. Þannig að þínu mati, ef að öskulagi verður ekki mikið þykkar en þetta, að þá var jafnvel hægt að hefja þarna ræktun, hvenær þá? Já, það er kannski erfitt að segja til akkurat, en mér kæmir ekki óvart að menn getur nú jafnvel fengið einhver uppskýr af þessu í sumar. En ég ætla nú ekki að fara að gera lítið úr erfiðleikum bænda eins og þetta ástandið kannski ekki glæsilegt eins og menn horfa á það núna, en ég held að sé nú samt sem áður ljós í myrkrinu. Já. Gott að heyra svona fréttir. En hvernig hefur þetta verið í síðustu gosið, náttúrulega marg gosið þarna og mörg lög af ösku legið þarna og liggja í jarðveginum. Hvað segir sagan okkur af fyrri gosum á þessu svæði landeyðinguna? Hún segir okkur ýmislegt landeyðinguna og hún alltaf mjög mörg gjóskulög í jarðvegi á Íslandi og jarðvegur á Íslandi hann kannski nær aftur í svona 8500 ár. Þannig það eru mörg hundru gjóskulög í sumum jarðvegsblokkunum. Og ef við skoðum bara og lítum bara á sögulega tíman, að þá hafa verið vel yfir 150 gos sem að mynda gjóskulög á Íslandi. Og sum þessara eldgosa hafa þakið stóran hluta landsins í gjósku.
og kannski við getum tekið dæmið það sem við kallum landnámslæði sem gauðist rétt fyrir landnám, það þekur stóra hluta landsins, gjóskulagið úr Elgjargosi 1984, það þekur það 20.000 ferkílómetra og við getum haldið svona áfram, svona mörg Kötlulög og Heklulög og þar fram eftir götunum. Hver eru svona helstu gosin sem hafa lagt sveitir í eyði í einhver tíma? Það eru nokkur sem hafa gert það. Það eru kannski helst að minnast á að Eldgjárgosin 1984-40 sennilega eyddi Álftaveggsafrétti því að gjóskan þar var nokkrir metrar á þykkt og Álftaveggsafréttur hann ennþá í dag að raun og vera að ná sér eftir það. Kötlugosið 1357, það sendi gjósku yfir Mýrdalinn og þar fóru bæir í eyði í einhverjar mánuði og ára eftir en búskapur hófst á nýja þegar að gjóskan var komin í Svörðin og svo fram eftir götunum. Þú hefur líka rannsakað veðurfarsleg áhrif eldgosa og þá helst Skaftárelda, ekki satt? Jú, það rétt. Það urðu víðtæk veðurfarsleg áhrif af þeim miklu eldgosum í Lakagígum sem höfðu jafnvel áhrif þá veður í heilt ár. Já, það var óhætt að segja það að áhrif Skaftárelda voru víðfeðm. Þau náðu allt norðurhvel jarðar frá 30. Breiðdalsbaug upp að pól. Var það út af öskunni í? Nei, það nú ekki út af öskunni. Skaftárelda fyrst og fremst hraungos en það voru mjög öflugar sprengigoshrynur í Skaftárelda-gosinu, 10 að tölu og í þessum sprengigoshrynum að þá leysist brennisteinn úr læðingi úr kvikunni og hann var lyftist með gosmekkinu upp í háloftin þar sem hann hvarfaðist við vaskgufuna og myndaði brennisteinsagnir eða aerosól og þessar agnir þær dreifðust allt norðurhvel og þöktu norðurhvel í móðu og svo móða hún var nú viðvarandi að minnst kosti 5 mánuði og jafnvel hugsanlega upp í ár og þessi móða gerir svipað á þokan. Hún dregur úr geislun sólar þannig að það minna af geislun sólarna til yfirborðs og það verður kólnun og hún hefur líka áhrif á loftstrauma, getur breytt þeim tímabundið og þetta gerði Skaftáreldar. Og þetta hafði jafnvel áhrif allt til Japans? Það gerði það og Skaftáreldar móðan hún mjög sennilega breytti monsúnmynstrinu þannig að rigningarnar sem koma reglulega þær færðust norðar, það voru þurrkar í Indlandi og Afríku og það er alveg hugsanlegt að þeir þurrkar hafi leitt meir en 500.000 manns til dauða og í Japan þá var kyrrstærð lægð fyrir austan Japan mest allt sumari sem allir því að sumari var óvenjulega kalt og úrkomusamt og það var hrísgrjóna uppskeran hún brást og þetta voru mestu hamfarir í sögu Japan sem leiddu meir en 1 milljón manns til dauða. Þannig að þó við vita kannski ekki alveg fyrir víst þá margt sem bendir til þess að Skaftáreldar sé eitt af mannskæðasta eldgos sem við þekkjum í sögunni. Já, og við höfum ekkert séð neitt í líkingu við það síðan, en á hvaða skala, kannski þetta að bera það saman, hvernig ef þú ber saman þetta gos núna við Skaftárelda með tilliti til þessa, er líklegt að gosi núna til dæmis valdi einhverjum svona veðurfarslegum breytingum? Nei, það er næstum engar líkur til þess og það eru góður ástæði fyrir því. Skaftáreldar í fyrsta lagi eru allavega 250 sinnum stærra gos og í öðru lagi þá er efnasamsetning kvikunar öðruvísi í Skaftáreldum og hún inniheldur miklu meira af brennisteini. Þessi kvika sem er núna komið upp í Eyjafjöllum inniheldur tiltölulega lítið magn af brennisteini og þar af leiðandi fer lítið magn af brennisteini út í andrúmsloftið. Svo náttúrulega rúmmál kvikunar er líka miklu minna. Þannig að svona frá veðurfarslegu sjónarmiði þá mun þetta gos ekki hafa nein áhrif. Einu sendingarna frá okkur, það er þessi öskuský sem að trufla flugið. Já, það er búin að trufla flug yfir Evrópu verulega. Þú ert mikið spurður væntanlega af þínum kollegum og fleirum hann í kringu í Edinborg. Hvað stendur þetta lengi? Jú. Hefur þú getað svarað því eitthvað? Nei, það er nú ekki hægt að svara því skynsamlegan hátt í augnablikinu. Það er ekkert sem bendir til þess að sé að draga úr gosinu. Engin gögn sem benda eindregið til þess að þetta gosi að hætta. Þannig að á þessu augnablik getum við ekki sagt neitt það. Jú, margir eru búin að spyrja mikið og bæði fréttamenn og kollegar og aðrir. Og þessar spurningar hafa kannski fyrst og fremst snúist það af hverju er verið að stoppa flugi yfir Evrópu. Og það er nú kannski fyrst og fremst að því að þetta gos er myndað mjög fína ösku og hún er náttúrulega berst með gosmekkin upp í andrúmsloftið. En hún er svo fín, þetta er mjög lítil korn, minna en 10 mikrón, þetta er eins og svifryk. Og þetta er náttúrulega
bara flýtur í andrúmsloftinu og berst með vindum og öðru yfir til Evrópu. Það barast fréttir einmitt af því í dag að það var eitthvað ský sem einangraðist og geymdist aðeins og svo þeir ætluðu að fara að fljúga aftur. Þá var það ennþá þarna. Já, eins og ég segi, þessi kornir það lítið, þau geta verið í andrúmsloftinu í nokkra vikur. Já. Það getur tekið vikur fyrir að falla úr andrúmsloftinu. Eftir því sem þeir eru lægri og ef það er úrkoma, við fáum úrkoma, þá getur náttúrulega hreinsa andrúmsloftið. En með eins og var í byrjun gossins, þá fór þetta náttúrulega töluvert hátt upp í andrúmsloftið fyrir ofan 6 kilometra og það er nú ekki úrkoma til þess að hjálpa okkur. Þannig þessi kottur sitja þar og við höfum bara bíð eftir því að þau falli út. Já. Og hvað með Kötlu? Það er nú best að segja kannski minnstu Kötlu í augnablikinu en miðað við þau gögn sem við höfum að þá er ekkert sem bendir til þess að Katla sé að fara að gjósa. Og aftur held ég sé gott fyrir okkur að hugsa til svona sögulegs samhengis, menn hafa náttúrulega gert mikið úr því að þessi 3 gos sem hafa orðið á sögulegum tíma í Eyjafjallajökli að Katla gaus á svipuðum tíma. En við mögum ekki gleyma því að á Íslandi er 1 gos 3. til 5. hvert ár og Katla hefur gosið 21 sinni á sögulegu tíma og aðeins í 3 skipti var gaus Eyjafjallajökull nokkurn veginn samtímis og þetta er nú ekki góð tölfræði þarna þannig að þetta gæti líka verið tilviljun að Eyjafjallajökull og Katla gausu á svipuðum tíma þegar það skeiði og ef við skoðum þetta allt svona í samhengi þá held ég eftir að hugsa kannski minnst Kötlu í augnablikinu. Já, og slúma nú hafi rétt fyrir þér. Þú ert að fara, býður væntanlega óþreyjufullur eftir að fá að fljúga yfir gósið, það er verkefni morgundagsins ekki satt? Já, verkefni morgundagsins fyrst og fremst er að fara upp á jökul og hjálpa kollegum mínu hér við að safna gjóskulaginu og mæla þykkt þess og reyna að kortleggja sért útbreiðsluna. Og til þess komum við hér, við erum en lítil hópur frá Edinborg en við viljum bara hjálpa okkar félögum hér í þessu verkefni. Og hafi nú einhver ánægja því líka væntanlega? Við gerum það er alveg ljóst. Þakka þér kærlega fyrir komuna Þorvaldur Þórðarsson. Takk fyrir. Og með þessu ljúkum við Kastljósinu í kvöld. Sjáumst á morgun.